Í dag erum við að fara yfir Node.js og það svona plattform til þess að búa til bakendaforrit, en áður en við förum að fara yfir það, þá skulum við fara yfir munin á bakenda og framenda. En í svona einfaldri mynd, framendið það sem vafrinn birtir, það sem við höfum verið að skoða hingað til. Fáum eitthvað efni og vafrinn tekur við, passar það og gerir það sem gera þarf til þess að birta það síðan á skjánum. Og oftast nær þetta bara HTML og JavaScript. Og svo bakendis á einhverjum vefþjón, útbýr það sem sent hvort sem það að útbúa eitthvað með einhverju forriti eða finna til einhver statísk gögn eins og HTML-skjöl sem við höfum verið að vinna með og CSS og JavaScript-skjöl, sendir það með HTTP yfir á framenda og svo aukalega getur við verið að taka við einhverju gögnum frá framenda og gera eitthvað við þau og skilja einhverju svari. Þannig að það fáið svona dýnamík sem miklu skemmtilegri. Og ef við skoðum þetta myndrænt, það alltaf gaman, þá höfum við svo bakenda hérna og svo framenda hérna og á milli þessi brú sem HTTP. HTTP munum við skoða í næstu viku, en núna ætlum við að taka hérna og byggja þennan grunn sem við þurfum til að skilja hvernig að vinna með bakenda. Í fyrra vorum við með POP sem annað svona umhverfi og forritunarmál sem við getum notað til þess að gera þetta. Og þar sem að það svona annað forritunarmál, þá ætla ég að gera það í ár að vera með Node.js sem að nýtir JavaScript sem forritunarmál. Þannig að við fáum svona samlegar áhrif á milli þess að vera að tala um framendan og bakendan, af því þurfum við ekki að fara að læra annað forritunarmál, en ef þið hafið áhuga á POP þá getið þið skoðað efni frá því fyrra og það eru upptökur öllum fyrirlestrum og þá sér í lagi ef þið viljið nýta þetta í lokaverkefninu, ef þið hafið einhvern grunn í POP eða eitthvað, þá megið þið gera lokaverkefnið í POP. En við finnum nánar út í það seinna. Ok, allir svona á þessum tímapunkti með það á hreinu munin og framenda og bakenda. Þetta líka hræðileg orð, en þetta það sem á ensku front-end og back-end. Og svo hafið þið kannski líka heyrt að því kasta til full stack developer. En það svona developer sem góður á framenda og bakenda og getur tekið lausnina svona full stack, leyst í raun alveg frá A til Ö, öll verkefni sem koma að einhverjum vef yfirleitt. En Node.js, þetta var búið til af Ryan Dahl og gefið fyrst út árið 2009. Hérna linkur yfir á fyrsta opinbera fyrirlestur sem hann hélt þetta, sem mjög áhugaverður og sýnir bæði hversu lítið hefur breyst og líka vissuleyti hvað hefur svona breyst. En hann var að gera tilraunir C, Lua og Haskell og svona fleiri forritunarmál og umhverfi til þess að leysa það vandamál og hann langaði að gera svona upplota einhverju skjali á vefinn og það kemur svona progress bar og þetta var bara búið að vera bölvað vesen mjög lengi af því að það var engin leið til þess að vita hver staðan væri og hvernig IO-ið væri að gera það. Þegar við erum að upplota svona, þá erum við að taka eitthvað straum af diskum hjá okkur, fara með hann yfir á einhvern vefþjón og það tekur einhvern tíma að fara hann yfir. Og út frá þessu þá var hann búin að gera fullt af tilraunum en endaði síðan á með útgáfu WAF8 frá Google, þá ákvað hann að gera Node.js sem byggir á WAF8. Þetta stuttafyrirtæki sem heitir Joyent, sem svona cloud hosting fyrirtæki sem á trademark á þessu Node.js. En þetta verkvangur eða plattform byggður á WAF8 til að smíða hröð skalanleg netforrit, notar atburðadrifið, ekki blokkandi IO-módel sem gerir það létt, skilvirkt og fullkomið fyrir rauntímaforrit sem meðhöndla mikil gögn yfir dreifð kerfi, notum til að búa til alls, hann vantar punkt. En þetta svona pitchið frá Node.js, ekki skrifaði mér, það að segja þessi hérna aðalega, hérna vantar síðan, þetta var nýr punktur hérna, en þetta svona í raun í einni setningu hvað þetta Og þetta ekki forritunarmál. Það notar JavaScript. Þetta plattform sem nýtir sér JavaScript. Og þetta
hefur, já, eins og ég nefndi á þann, það eru svona samlegar áhrif með framöndanum að þú lærir eitthvað að gera eitthvað á framönda og svo getur þú í raun flutt þá þekkingu að mestu leyti yfir á bakendan og þarft ekki að vera með 2 forritunarmál í hausnum og eða jafnvel getur aukið líkurnar á því að sami einstaklingurinn getur verið að vinna í framönda og bakenda. Og því oft á tíðum þetta svona með einhverja vefara sem eru á framöndanum, svo með einhverja forritara sem eru fyrir aftan. Og það getur verið svona ákveðið disconnect þarna milli. Og þetta ekki samt svona framework eins og Rails eða Django, en það getur verið notað til að búa þannig til. Og við munum skoða og nota framework sem byggt á Node.js sem heitir Express til þess að búa til síðan vefi. Þó að við munum sjá að þetta ekkert voðalega flókið, en það samt fullt svona handavinnu sem við nennum ekki að vera að endurtaka aftur og aftur. En WAF8, þetta open source JavaScript vél sem hönnuð og smíðuð af Google skrifstofunum í Danmörku. Þegar Norðurlandabúar eru víst ferlega góður í forritunarmálum og compilerum og eitthvað svona. En það sagt, þessu viðhaldi á í Danmörku og bara open source JavaScript vél fyrir Chrome, sem var upprunalega takmarkanar, en síðan notuð af fleirum. Skrifið C++, útfærir ECMAScript 3 og stóran part af ECMAScript 6 núna sem að koma, komið og svona hægt og rólega að fara í almenna notkun. Og munurinn á þessari vél og öðrum svo að það keyrð, að það allt þýtt yfir í vélamál áður en að forritun eru keyrð, í staðinn fyrir að túlka þau beint, túlka einhvern veginn, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta en þið getur spurt Snorra. Og síðan eru keyrðar alls konar svona bestunaðferðir, svona just-in-time compilation aðferðir og einhver two-pass eitthvað og þetta gerir það verkum að þetta alveg blazingly fast. Og það bara munurinn á þessu og það sem áður var þvílíkur. Þannig að þú veist, það bara ég skal segja hvernig það var að skrifa JavaScript í gamla daga. En já, Node.js beislar allar þennan kraft með því að skrifa lag ofan á WAF8 og svo þetta í raun verkefni sem uppbyggt þannig að það einhver svona kjarni, core í Node.js og hann reynir eins og hann getur að halda sér einföldum. Það eru aðgerðir til þess að eiga við skráakerfi, networking og tala við stýrikerfi og þannig, eitthvað sem við höfum ekki í JavaScript í browsernum. Og aðgerir, já. Og síðan erum við með pakkakerfið, NPM, sem þið eru búin að kynnast aðeins, sem styður við þetta og delegatar út svona flóknari hlutum með meira specific hlutum. Þannig að það ekki verið að útfæra, það ekki, nú finn ég dæmið svona on the spot, en það eins og með Express, það ekki verið að útfæra eitthvað svona VF-specific framework. Það bara gefinn allur sá grunnur sem þarf og hann jafnvel svo mikill að eins og HTTP-libraryið í Node frekar svona low level, þannig að það styður eiginlega við allan HTTP-spekkin sem gerir það verkum að það svolítið verbose, maður ofta að gera mikið til þess að gera hluti sem maður myndi að halda að vera einfaldir. En það gerir það líka verkum að það pláss fyrir aðra til að skrifa svona einfalt lag ofan á fyrir ákveðnar aðgerðir. Hér svo önnur kynning frá Ryan Dahl, þar sem hann fer yfir í raun bara svona hvað Node.js En útgáfur af Node.js, það var mjög lengi í útgáfum 0, eitthvað, skall svona til kynna að það var ekki orðið svona tilbúið til notkunar, en var það samt og var og mikið notað. Það sem að stöðugar útgáfur og útgáfa sem var með stöðug útgáfu, til dæmis 0,10 var stöðug, en síðan var óstöðug útgáfa fyrir 8-tölur, til dæmis 0,11. Og ég til dæmis að keyra mitt flest ennþá í 0,10, af því að það var fyrra, svo bara nóvember-desemberleiti í fyrra, þá kom út 0,12, það var svona eitthvað óstöðugt, það gekk illa að migrata dótið yfir í það og það var svona svolítið kurr í samfélaginu og þá veit ég ekki hvort ég hafi heyrt af því, en það var smá drama í samfélaginu, að það var fork af Node.js sem var kallað IO.js sem gerðist í desember í fyrra
og það var líka vegna þess að það var þetta Giant var svona með heldur mikil ítök í því hvað var gert við þetta, í hvað átt þetta var að þróast og fólk var ekkert endilega sátt við það, sérstaklega þeir sem voru í raun að gefa vinnu svona í svona bara klassískum open source verkefni að gefa sína vinnu í það að þróa þetta áfram. Þannig að það var forkað þarna yfir í IO.js og þannig að það voru 2 runtime í gangi núna í nokkra mánuði en svo voru þessu mergeað aftur inn núna í maí og þá var það í raun uppfært upp í útgáfu 4 af því að af hverju ekki og það það sem að keyra í dag. Þannig að núverandi útgáfa 4.1 og það sem þið fáið ef þið farið inn á Node.js í dag og sækið. Það auðvelt að setja þetta upp og þið ættu flest ykkur að vera búin að því og þetta stutt á Linux, Mac og Windows og við sækjum þetta bara á nodejs.org og setjum þetta upp og við fáum svona package managerinn með npm. Þetta svona smá inngangur að þessu. En ef við skoðum síðan svona hvað þarna annað en í Vavra þegar við erum búin að vera að nota JavaScript þar. Fyrst við erum með svona REPL sem read eval print loop. Þetta ef við erum í forritunarmálum þá hefur verið með eitthvað svona, þið getið skrifað eitthvað, það evaluatað strax og það prentað og svo gerir eitthvað annað og þetta bara í loopu. Þannig að við getum opnað skel og við getum skrifað inn kóða, prófað okkur áfram með ákveðið og getum debuggað og svona lært á það hvernig þetta virkar. Svo getum við kallað í help þar til að fá listi yfir aðgerðir en þetta svona dæmi þetta. Við skrifum Node, við erum búin að installa Node, þá fáum við upp skilina og gerum einhverjar aðgerðir og getum gert eitthvað þarna og svo getum við hætt eða vist það sem við erum að gera og svona. Þannig að ef við prófum þetta aðeins hérna, opnum bara hérna, stækkum þetta kannski aðeins. Þannig að hérna erum við bara með og við getum gert það sem við gerum ef við opnum konsolið í Vavranum. Við getum búið til föll. Við getum spurt type of og við getum gert þessa hluti. Svo getum við gert hérna help. Þá sjáum við erum ekki með margar en við getum hlaðið inn einhverju JavaScripti inn í þetta session, svo getum við saveað allt sem við erum að gera hérna. Við getum hérna save foo.js, svo getum við hægt cut, svo getum við séð hérna allt það sem við gerðum. Þannig að ef við erum búin að prófa okkur áfram með eitthvað, komum í staði að eitthvað frábært, þá getum við vistaði allt til þess að eiga þetta. Þannig að þetta svona, ef maður með eitthvað dæmi eða vill svona aðeins prófa í staðinn fyrir að þurfa alltaf að vera að keyra í einhverjum textaritli, vista, fara yfir skilina og keyra og sjá hvað kemur út. Þannig að þetta svona styttir það ferðalag. En svo einn af þessum punktum sem voru í pitchinu sem við heyrðum að náðan að þetta atburðardrifið og þannig Node.js uppbyggt að það atburðardrifið og það erfitt og ég vil bara maður mun lenda í skrýttum hlutum en maður ekki að skrifa þannig. Þannig að þetta þýðir að við þurfum að breyta hugsun okkar frá svona imperative heiminum þar sem við erum bara að skrifa forrit og þurfum að keyra línu fyrir línu í gegn þangað til að búið. En við fáum svona callback föll fyrir hluti sem taka einhver tíma og svo kallaði þá þegar aðgerð klárast. En þetta samt ekki nýtt af því að þetta það sama og við höfum verið að gera með í Vavra þegar við erum að binda einhverjar aðgerðir við takka eða form eða eitthvað að við ítum okkur takka og við erum búin að binda við þú ert að gera þetta þegar það ítt á að takka og þá erum við búin að binda við hann eitthvað fall og það fall keyrir. Það sama hér. Við byggjum Node.js viltu opna fyrir mig þetta skjal og gefa mér innihald þess. Það fyrir að sækja það og við erum búin að segja og þegar þú ert búinn þá skaltu keyra þetta hérna og svo gefum við eitthvað callback fall. Og allar aðgerðir í core sem taka eitthvað lengri tíma, við fyrir á networkið, við fyrir á disk, það tekur við callbacki og það aðgerðir taka við callbacki. Node.js keyrt í einum prósess og það í raun bara út af því að
CPU yfirleitt ekki það sem að takmarka, þó svo að það geti verið það. Þá spurning hvort við séum að gera eitthvað vitlaust. Við erum með einhverja fáránlega flókna algoritma sem þurfa mikið CPU. Og við erum ekki að fara að nota þræði fyrir kóðun okkar þegar við erum að skrifa Node.js. Þannig við erum ekki að fara að spóna einhvern þráð sem fer á networki og sækir eitthvað og kemur tilbaka og skilar því. Heldur það gert fyrir okkur og við gefum bara þessi callback. Það sem að notað svona event loopa sem í rauninni ekki nýtt. Þetta í rauninni sem keyrt í öllum leikjum og svona. Við erum alltaf með einhverja lúpu sem keyrir á okkur tíma og að taka við inputum og keyra hluti og skila og teikna og gera alls konar. En við erum samt með event loopu sem heldur utan allt sem það að gera. Og þetta þýðir þá líka, ef við förum að blokka, ef við förum að bíða eftir einhverju, við biðjum eitthvað skjal og það risastórt og það eitthvað diskurinn okkar, við erum ekki komið með SSD og það ennþá að finna hvað hann á að fara og fara fram og tilbaka og þetta er fragmentaði diskur og eitthvað, þá stoppar allur þráðurinn okkar. Þannig ef við erum með eitthvað þráð sem að svara mörgum nótundum, eins og með CVF, þá myndi bara allar aðgerðir bíða þannig að þessi aðgerð sem við værum að blokka á myndi klárast. Og svo lengi sem það eitthvað á event loopinni, svo lengi sem það eitthvað sem að Node fylgjast með, þá keyrir í raun Node, annars hættir það. Þannig leið að við erum búin að, við bætum einhverju event loopina eða engu, við keyrum bara í gegn, hvað gerist, þá hættir forritið. Svo getum við bara haldið forritinu opnu af því að við erum í raun að bíða eftir einhverju, við erum að bíða eftir einhverjum event. Svo event gæti verið að einhver út úr í heiminum myndi connectin á vefþjóninn okkar. Og það í raun bara eitthvað sem að keyrir bara þangað til það gerist eða þangað til einhver veldur því að þetta hætti. En libuv, fyrstu útgáfur voru notuð eitthvað libevaf sem lib event loop og það veitir aðgang á svona event loopu. En libuv sem sagt einhver útfærsla sem keyrir á mörgum stýrikerfum og fókusar á svona asynchronous input-output og Node.js getur keyrt á Windows þar sem þetta er búið að reynslíta POSIX specific dótarna og svona. En núna þetta verkefni sér til þess að þetta keyra þetta bara almennt og þetta er þroskaverkefni og notað fleirum í dag en svona getum við einhvern veginn sirka hort á þetta. Við erum með eitthvað event queue sem þetta libuv heldur utanum og forritið okkar einhvern veginn í gegnum Node.js kemur inn með og bætir einhverju á þessa biðröð og það er tekinn hlutur á henni, settur á event loopuna og það er ok, þú ert að keyra eitthvað kóða eða þú ert að gera eitthvað, já, þú ætlar að biðja fara á fælsystemið, þá það spónaði nýjan þráð og það sendt til hliðar og það er beðið eftir því, þannig meðan við erum að opna skjalið, þá höldum við bara áfram að executa, það kemur inn, segjum bara beiðni að skoða vefinn okkar, hann fer inn, hann er að biðja eitthvað ákveðið skjal, við sækjum það og svo kemur það tilbaka, þá fer það tilbaka á event loopuna, callbackið er keyrt og fer síðan og þessu er skilað. Þetta er gegnum callbackið, því callbackið segir til hvað á að gera þetta búið. Og svona keyrir þetta í staðinn fyrir það að vera að blokka í hvert skipti sem eitthvað þarf að gera. En ef við tökum svona dæmi sem að kannski betra að taka sjá, lokum þessi opnum þetta og svona. Og erum við með eitthvað dæmi sem er dæmi sem við vorum með hana. Þannig að við ætlum að gera núna ef við ímyndum okkur að við förum inn í þetta forrit. Svona. Að við munum koma inn og það virkar eins og í Vávra. Við förum inn og við keyrum þessa línu. Ok, er timeout. Set timeout virkar eins og í Vávra. Þannig að við ætlum að setja eitthvað hér sem á að keyra eftir 1000 millisekundur og það á bara að logga út hver klukkan er þegar þetta keyrir. Ok, þá setjum við þetta hérna. Þetta fer á event loopuna.
Svo fyrir við hérna, start. Já, ok, það á að gera eitthvað. Og við erum svo núna á event loopinu og meðan við erum að fara hérna í gegnum forritið. Já, ok, við loggum hérna út hvenær við erum að byrja. Svo komum við hérna og búum okkur til einhvern teljara og síðan í þessari hérna lúpu þá ætlum við frá og með núna og þangað til eftir 4 sekúndur ætlum við bara að keyra þessa lúpu og við ætlum bara að gera bara uppfæra bara endalaust. Þarna munum við á meðan vera að blokka event loopuna þannig að ekkert annað munum geta keyrt á meðan. Þannig að svo munum við exita og segja hversu marga iterationir við kerðum og svo mun tæmandi okkar keyra. Nú kerum við start. Við búist við cirka núna hefði tæmandi komið. Það kom ekki af því við blokkuðum, við kláruðum ekki að keyra forritið og svo keyrði hérna þetta til þess að birta okkur. Og við sjáum, við byrjuðum klukkan 0,6 sekundur, við kláruðum klukkan 10 sekundur yfir og þá keyrðum við síðan timeoutið. Við sjáum á meðan, þá keyrðum við hérna 30 miljón sinnum þessa while loopu. Við vorum bara að eyða einhverjum CPU cycles þarna á meðan og leyfðum ekki event loopinu að keyra. En ef við síðan minnkum þetta yfir eitthvað undir þessu timeout okkar, keyrum aftur, þá kemur exitið og svo kemur timeoutið og það keyrir þá réttum tíma við það sem við scheduleum. Þannig að þarna í raun svona ólínuleg flæði í gegnum þetta. En svo eru hlutir sem eru líka í vafranum og það er console hluturinn. Hann getur við notað til að skrifa í standard out eða í standard R sem svona bara þessi hluti sem við getum skrifað út í. Og console log skrifar út í standard out með new line, console error í standard error og svo erum við með time og time end sem við erum líka með í vafra og ég held ég hef ekki minnst á en það sniðugt. Þannig að við sjáum hérna ætlum við að segja start eitthvað timer, svo prentum út og svo endum við einhverju timer. Þannig að það sem þessi timer gerir í raun að hann startar svona stopwatch fyrir okkur, keyrir eitthvað og lætur okkur svo vita hversu langan tíma það keyrði. En hérna keyrum við og svo bíðum við og svo sjáum við að það er eitthvað svona tekur einhver nokkrar millisekundur að keyra bara þennan kóða. Við getum segja að við keyrum þetta nokkrum sinnum að þetta er ekki konsistent hérna. En svona getum við, já. Svo erum við með, í vafranum höfum við window sem er þessi global breyti þar sem allt er sett. En í Node höfum við process og hann gefur okkur aðgang að umhverfinu. Þannig ef við hendum þessu hérna út. Og tókum út bara process-hlutin. Og sjáum við að það kemur hérna hellingur af einhverju dóti en hérna er í raun allt hengt á. Hérna sjáum við að ég er með kveikt á 0,10 svo ég ætti nú ekki að vera með það. Svo kom einhverjir áhugaverðir hlutir hérna. Útgáfur af einhverjum libraryum sem við erum að nota, á hvaða plattform erum við að keyra, hvaðan við erum að keyra, hvernig við sturtum þetta forrit og svo framvegis. En ef að þið eru með fleiri útgáfur af Node, þá er til forrit sem heitir NFM og það sem það gerir er að leyfa okkur að keyra margar útgáfur af Node. Þannig nú ætlum ég að skipta yfir í nýjastu útgáfu og gerum við hérna NFM version, nei hvað er það? NFM current system NFM latest. Nei, hvað? Já, ef ég myndi hvernig þetta virkar. Svona og ok, allavega. Það getum við keyrt bæði, ég skipta eftir. Svo erum við með debugger, en eins og þið hefur kannski kynnst, þá getur við verið svolítið skrítið að vera að keyra eitthvað og ætla síðan að debugga eitthvað þegar ég ýta okkur takka þá á ég
líta á þetta og vista þetta svona og gera hins veginn. En við höfum í raun aðgang að debugger með því að setja svona debugger statements eins og við gerðum í Vavra. Og ef við keyrum þá með node debug þá fáum við svona GTB ef við hafum notað það viðmót til þess að debugga. Og það þá keyrt í skil, þannig að við getum gert debugger. Vistu þetta, node debug console. Og svo þá erum við komin inn í og breikuðum í fyrir framan Þannig að við erum á þessari línu, breikuðum in console.js línu 1. Commands run, continue, next, við getum steppað Já, ok, nú fór ég inn í inn í eitthvað fall í Node.js. Þannig að ég ætla að steppa út. Ok, ég er komin next. Oops. Next. Svo er ég bara komin í að klára eitthvað cleanup. Steppum út af því, já. Og já, continue og kláruðu bara, 12 mínútum. Þetta náttúrulega getur verið helviti skrítið að nota eitthvað svona til þess að debugga. Þá eru til svona sjónræn tól og Node Inspector ótrúlega sniðugt af því leyti að við sækjum þetta bara, sjáum við installum þessu bara með npm, við fekkum svona mikla upplöfn alltaf Við sjáum að þetta bara svona global tól sem við installum bara npm install, globally Node Inspector. Svo getum við nota node-debug til að keyra upp appið okkar. Þá gerast ótrúlegustu hlutir. Þannig að við gerum sama hlut Ok, flott. Node-debug console.js. Þá keyrir það upp í Vavra, þannig að það húkkar saman debugunum í Chrome eða Opera og forritunum sem við erum að keyra. Þannig að núna getum við nota sama og við erum að nota á webnum til að steppa í gegnum kóðun okkar. Og detouch þegar við erum búin. En þetta aftur að nota debugger versus það að vera að henda út einhverjum console log skipinum og svona til að sjá hvað í gangi. Það alveg heiminn og haf. Við fáum miklu betri innsýn í það hvað að gerast með því að skoða bara hvað actually að gerast. En tökum okkur smá pásu og byrjum aftur eftir 10 mínútur. Já, ef það einhver spurningar, endilega komið með. Hvort við sjáum breytu gildin á meðan við erum að debugga, ég held það. Já, prófum það bara í flýti. En við getum gert svona, þá hvað í gangi? Available from Ok, og við step out of Nei, það kemur ekki til hliðar, en við getum samt hoverað yfir og sé gildin. Já, en það einn af nýjustu featureunum að það kemur gildi við hliðina, sko. En þetta samt við sjáum stakkin, við sjáum allar skópuðu breyturnar hér og við getum síðan, svo þá getum við hoverað yfir P og fengið í raun miklu betri leið til að skoða hvað inni í þessu. Þannig að þetta allt annað en eins og við vorum að reyna á þann að skrolla eitthvað upp og skoða hvað í gangi. Þannig að þetta flott tól. Heyrðu, tökum smá, nema að sé einhverjar aðrar spurningar? Tökum þá smá pásu.
Skulum halda áfram. Í Node.js erum við líka ofta að vinna með einhver binary gögn og JavaScript hefur svona út úr boxinu ekki neina góða leið til þess að vinna með þau. Ef við ætlum að gera eitthvað. Og buffer er sem sagt svona global hlutur, hlutur sem við getum notað til að vinna með hrágögn og þau eru þá geymd fyrir utan WAF8 hípina. Þetta er eitthvað svona hraðara og betri leið til þess að vinna með binary gögn. Og svo ef við erum með einhvern svona buffer og við viljum fá hann sem einhvern streng, þá þurfum við að kasta á milli og við þurfum að tilgreina í hvaða enkóðun við erum að nota, til dæmis ASCII eða UTF-8. Og þá getum við gert svona. Bufferinn okkar hérna, einhver sem þetta er svona array af bara tölum sem eru bara að vísa í raun í hex-skildið á hverjum einu staf og þá segir hérna kastaði þessu yfir í UTF-8. Svo erum við með util sem með svona ýmis hjálparföll, til dæmis util format sem hefði svona eins og printf í C++ eða sprintf, hvað sem annað. Svo eru föll sem eru util is sem þá til að athuga svona hvaða hlutir eru, en það er búið að deprecata þetta í nýrri útgáfum, getum samt þá verið að rekast á þetta. Inherits sem þá til þess að fá prototípuna erfða, þannig að við sjáum að þetta er svona verið að leysa svona hluti sem við erum búin að skoða aðeins. En svo í ECMAScript 6 myndi þetta neðsta lína bara object create. Svo erum við með leiðir til að tala við skráarkerfið og gert svona þessar hluti sem við myndum búast við. Við getum opnað foldera og athuga hvaða skrár eru þar, opna skrár, lesið hana, búið til skrár, vista skrár og svo framvegis. Og þetta er sett í filesystem pakkanum og það er einhver gömul útgáfa hérna sem ég er að vinna með. Þetta er allt riddled með villum, en vantar sett require fs. Þá getum við gert fs read file og þá tökum við inn eitthvað file sem við viljum, einhverja encoding á því og svo callback sem mun þá vera keyrt þegar það er búið að lesa skrána. Svo getum við notað write file til þess að gera það sama, nema þá skrifum við bara gögnin beint í. Og þá þetta ekki blokkandi I.O. sem við erum svona aðeins búin að snerta á. En það í raun þetta að í raun allt svona I.O. er ótrúlega hægt með allt annað sem við gerum. Bara mörg þúsund sinnum hægara en það að vinna með eitthvað sem er í minni eða eitthvað sem þarf bara að fara á CPU-ið. Og þegar við byggjum I.O. í Node.js sendum við atburði sem verða keyrð þegar stýrikerfið er búið. Og við þurfum ekki að bíða, leyfum event loopinu að gera eitthvað annað á meðan. Og þá hvernig við lesum skjal. Þannig að þá segjum við data.txt callbackið okkar. Ef það er eitthvað villa, þá birtum við hana, annars birtum við bara gögnin. Og þá þessi callbacks, þá eru þau langflest, eða svona staðlaðarleiðin þá á forminu, það er eitthvað funksjón. Fyrsta skilagildið er eitthvað villa sem getur komið upp, þá null eða komið ekki upp neinu villa, og svo gögnin sem við báðum Og þetta erum við að nýta fyrir þessar ósamfasa asynchronous aðgerðir. Event loop tekur við þessari beiðni og sér allt bókhald og allt það sem þarf að gera og kalla svo í callbackið þegar það er búið. Og þá er þessi ólínulega hugsun það hvernig forritin okkar vinna. Ef við skoðum svona þá munin á þessu, sem svona það sem við yfirleitt díla við, að við erum bara með forrit sem bara keyrt línu fyrir línu. Við skilgreinum að mynumber sé 1. Við skilgreinum fallið add1 sem tekur þessa global tölu, hækkar hann 1 og svo loggum við út í raun hvað þessi tala er. Þannig ef við keyrum þetta, þá er þetta skiljanlega þá er þetta 2. Svona. Ok. Svo ef við gerum eitthvað svona, í staðinn fyrir það að vera með breytun okkar í lesnahefnin, þá þurfum við einhver hluta vegna að lesa hana upp úr einhverju skjali. Og hvað er það sem bilað við þetta?
Sjá, er ekki rúglega. Góð hérna. Já, þetta góð. Ef að við tökum þetta inn og skoðum þetta aðeins betur. Hvað er það sem að gerist hér? Við byrjum að lesa skjalið. Við byrjum að því að ná hérna í FS-pakkan, þannig að við höfum aðgang að einhverjum aðgerðum á fælsysteminu. Við skilgreinum eitthvað number og það er ekki skilgreint því að við erum að fara að lesa það upp úr einhverju skjali. Svo erum við með þetta fall hérna. Við skilgreinum þannig að það les inn þetta number.txt sem inniheldur þá töluna 1. Þegar það er búið, þá tekur það töluna, parsint, hérna til þess að fá þetta yfir í number og hækkar hana. Við köllum síðan í þetta fall og við loggum síðan út. Hvað er það sem prentast út? Undefined. Þannig að við keyrum hérna. Sem er undefined. Af hverju kemur undefined? Nei, af því að þetta hérna fer á event-lúpuna og er ekki búið að skila neinu fyrir en að þetta hérna callback verður kallað og áður en að það mun keyrast erum við búin að parsa í gegn og þá er my number bara undefined ennþá hérna frá þessu hér. Þannig að við rennum hérna niður í beinni línu en forritið okkar keyrir ekki svona. Það keyrir fyrst hér, skilgreinir þetta fall, köllum í fallið, keyrum svo þetta, svo klárar IO-ið okkar og þetta hérna fall er keyrt. Þannig að við hoppum hérna fram og tilbaka og þetta er bara einfalt dæmi. Þannig að ef við viljum laga þetta, þá þurfum við að gera þetta með callbackinu og þá hér, eins og í þessu, hérna við tökum þetta, komum í rittlinum. Svona, meira svona, ótrúlega mikið peista þarna. Ok, þannig núna lesum við inn aftur talan eins, aftur hérna, add one fallið, nema núna ætlum við að taka við einhverju fallið sem heitir einhverju færibreyti sem heitir callback hérna og við ætlum síðan, þegar við erum búin að lesa þetta upp úr skjalinu og við erum búin að parsa þetta og stækka töluna okkar með 1, þá ætlum við að kalla í callback. Og það er þá bara eitthvað fall, eins og við sjáum hérna. Við köllum í þessum fall, við munum. Fall eru bara first class í JavaScript og geta farið svona fram og tilbaka. Og síðan köllum við í add one með log my number. Og þá er log my number fall sem gerir það sem var áður hérna fyrir neðan. Þannig að núna keyrum við hérna yfir, keyrum hérna, skilgreinum fallið, skilgreinum annað fall, köllum í þetta, svo líður tíminn í einhverja millisekundur. Svo er búið að lesa skjalið á disk, þá förum við hingað, fáum inn innihaldið í skjalinu, breytum því yfir í tölu, hækkam hann 1 og köllum í callbackið. Callbackið keyrir síðan hér og loggar út töluna. Og hérna sjáum við hvað gerist ef við erum með villu, eins og það má ekki vera með svona left hand, invalid left hand side expression in postfix operation. Ok, við erum bara að gera þetta til þess að spara minn pláss á glærunum, svona. Þá fáum við 2. Þannig að við sjáum hérna number.txt inniheldur 1. En þá fáum við hérna 1, hækkum við með á global breytinu sem er aðgengileg hér, þar leiðandi hún er aðgengileg báðum fallunum, köllum síðan í callbackið sem er í raun og veru þetta hérna, fall, og hér er console log my number. En sjáum við hvernig flæðið er öðruvísi en ef við verðum bara að keyra þetta línu fyrir línu og þegar við erum búin að keyra þetta línunar þá erum við með að hendum okkur út. Af því að við getum hermt eftir þessu af því að það er til eins og fyrir þetta hérna, þá er til, ef við setjum hérna read file sync, þá keyrum við hérna þessa aðgerð synchronously sem þýðir að við munum blokka á meðan. En við viljum ekki gera það, þá það sé hægt, af því að þá munum við vera að blokka á meðan. Það er kannski alltaf í lagi ef við erum svona löti og erum að skrifa einhver svona one-off skriftur til þess að gera eitthvað.
En það ekki svona Node.js leiðin til þess að skrifa forrit. Þá notum við callbacks og við erum alltaf að juggla með þessi blessuðu callback. Og þá kemur hérna svona hugtak sem hefur verið kastað, callback hell, sem þegar við erum að framkvæma margar asynchronous aðgerðir hverju eftir annari. Þá förum við erum alltaf að búa til ný og ný föll og þá förum við að draga svona til hægri. Og við getum forðast þetta með því að nota ekki nafnlaus föll í callbacks. Við getum bara skilgreint föllin okkar og haft þau einhvers staðar annars staðar. Við getum haldið kóðunum okkar grunnum bara með því að vera að passa upp á að vera ekki að gera margar async aðgerðir hverju eftir annari. Og við getum skipt kóðunum okkur upp í svona módúla til þess að gera eitthvað ákveðnum hluti og íta þá implementationinu frá okkur og vera bara með eitthvað skýrt API til þess að sækja hlutina. En ef við skoðum svona hvernig þetta lítur út, hérna eru svona nánari upplýsingar hvernig maður getur gert þetta. Hérna sjáum við að við erum með readir, tökum callback og ef það ekki villa, þá ætlum við að for eacha í gegnum hverja einstu skrá og við ætlum að gera hérna eitthvað sem tekur inn callback. Ef það ekki villa, þá ætlum við að gera eitthvað hérna, við ætlum að console logga hvaða fæl þetta og við ætlum að taka fyrir hverja hérna, þá ætlum við að gera og það callback. Þannig að við erum með callback inn í callback inn í kallið í fall. Þannig að hérna eru aðferðir til þess að slíta þetta í sundur. Af því þetta á alveg mikið við á vafralevelinu, sérstaklega þegar við erum farin að gera eins og svona Ajax aðgerðir sem að við gerum eitthvað Ajax kall og við fáum callback þegar það kemur tilbaka, þá ætlum við að binda við eitthvað í dóminu okkar og þá tökum við callback þegar það kemur inn og við ætlum síðan þegar það ítum á þennan takka sem við byggum til í gegnum callbackið úr Ajax kallinu, þá ætlum við að gera annað Ajax kall, þannig að við getum verið með alveg mjög djúpan kóða. Hérna svona leiðir til þess að vinna gegn þessu. Og síðan hérna í lokin, what about promises? Það eitthvað sem við munum líka aðeins kíkja á núna seinnipartinn, ekki í dag, heldur bara seinnipartinn námskeiðsins, sem þá svona aðeins meira abstrakt leið til þess að vinna með svona synchronous kóða. Við ekki farin að skoða svona, hvað heitir það nú? Í Monada í Haskell. Þú búin að skoða það eitthvað? Nei, þetta svona í þeim ættbálki. En svo erum við búin að nefna þessa eventa, en þeir eru líka til staðar í Node.js og þá erum við að nota svona event emitters sem þá bara eins og við erum að gera í vafranum, við erum að nýta svona observer pattern. Ég vil að ég sé látin vita þegar eitthvað á sér stað og ég sem einhver event emitter geri það. Þannig að það eitthvað asynchronous að gerast, ég búin að lesa eitthvað skjal, eða ég búin að fá einhverja beiðni og þá læti ég vita, ég geti emitta einhverju svona event. Og þá getum við erft þarna event emitter og nota í mittfallið til að framkalla atburð sem fólk getur skráð sig á með on. Og þetta þá svipar til eventli sem í vafra. Þetta módel kemur í staðinn fyrir event módeli sem bundið við dommið í vafra. Þannig að með þessu þá getum við núna farið að gera eitthvað spennandi og hérna erum við með vefþjón. Sjá, þetta. Ég meira sér bara með þetta hérna. Ok, hérna erum við með vefþjón í Node.js. Þannig að við reynum aðeins í gegnum þetta. Hérna sækjum við HTTP-módúlinn sem svona core module og hann sér að útfæra bara HTTP speckin. Svo erum við með hérna server, þá gerum við HTTP create server. Þannig þá þetta hérna bara, við erum búin að instansera þetta einhvern server hérna. Og hann svona event emitter. Þannig að þá ætlum við að segja, þegar það kemur inn request í þennan server, þegar einhver tengist einhvers staðar frá við serverinn okkar, þá vill ég fá að vita og ég vill fá að bregðast við. Þannig ég ætla að bregðast við með því að taka þetta hérna callback og keyra það fyrir hvert request. Og svo ætlum við að segja, þessi server, hann á að hlusta á porti 1337 á 127.0.0.1 sem localhost. Ok,
Núna gerum við hérna server.js. Þá bara keyrum hérna í gegn og console loggar út að við segjum að keyra hérna server og núna erum við í raun með þetta hérna á event loopunni. Þannig að hún er bara að bíða. Er eitthvað að koma inn? Er eitthvað að koma inn? Og þegar eitthvað kemur inn, þá bregslum við. Þannig að við förum núna hérna 127.0.0.1. Þá sjáum við hérna að við munum taka við fáum hérna request og response hlut sem að samsvara HTTP requestinu og HTTP responsinu sem við munum fara yfir á næsta mánudag og við munum skrifa út header hérna sem segir bara skila okkur texta, þetta mun koma út eins og textaskjal og skrifaðu út og endaðu responsið með hello world. Þannig að núna keyrum við þetta og við fáum hérna hello world. Þetta er bara, ef við viewsourcum þetta, þá er þetta bara þessi texti nákvæmlega. Og já. Þannig að þarna erum við bæði að nota callbacks fyrir í raun þennan event sem er myndaður frá þessum server og við erum að nota callback til þess að svara þessu. Og hérna getum við síðan gert text HTML og við getum gert skrifað HTML hérna, svo þurfum við að refresta servernum. Við förum hérna og núna erum við bara að lenda í þessu aftur það sem við vorum að lenda í hérna í byrjun. En núna erum við að skila út HTML-i, þannig að nú veitum við, herru, til að leysa þetta, meta charset UTF-8 og restarta. Komið í lag. Þannig að þarna er ég byrjaður að skrifa eitthvað forrit og ég get núna bara, nú get ég búið til eitthvað HTML-skjal á rótinu minni og farið að servera það upp fyrir hvert request. Og svo get ég, heyrðu, hérna, ég get athugað ef ég bið styles.css. Er styles.css til í direktoríunni þá servera ég það. Þannig núna getum við bara byrjað að smíða allan heiminn. En við þurfum þess ekki, af því að það er búið að leysa öll þessi mál. Að mappa það á einhverju ákveðnu direktoríu eða einhver CSS-skjöl og eitthvað svona og servera þeim rétt út. Þannig að við þurfum ekki að fara að gera eitthvað flóknara, af því að við munum sjá að með Express leysum við það. En þetta er samt sem aður mjög létt leið til þess að búa til eitthvað svona vefþjón. En ok, í lokin hérna, módular. Við getum og ættum að búa til módula úr forritunum okkar. Við getum verið að nota svona, eins og við sáum hérna í áskrift, nota svona prototypal inheritance við að búa til einhverja svona hluti og erfðir þannig að það er ekkert voðalega mikið notað í áskrift og ekkert frekar mikið notað í Node.js heldur. En hins vegar eru svona módular rosalega mikið notaðir. Og þeir skipta virkni í minni einingar sem auðvelt er að hugsa og hjálpa okkur að manage þá flækjustíð í forritunum sem við erum að vinna. Og við fáum nokkra módula með Node eins og HTTP og FS. Við getum skrifað okkar eigin og svo getum við sótt í gegnum NPM. Og það eru nokkra leiðir fyrir okkur til að skipta upp í módula. Við getum búið til stakt skjal. Við getum verið með einhverja möppu með einhverju virkni sem er það með einhvern inngangspunkt í gegnum index.js skjal sem við erum með þar. Og við getum verið með einhverja virkni í möppu þar sem við getum skilgreind inngangspunktin í package.json undir main. Síðan erum við með þetta require sem við erum verið að kalla í. Svo hérna erum við með require HTTP. Og þegar við notum pakka, þá köllum við eitthvað svona pakki jafnt og require pakki. Og ef pakki endur á .js, þá er þetta túlkað sem JavaScript og það sem pakkin skilar er skilað. Ef það endur á JSON er passað og hlut skilað. Og þegar við erum að leita að þessum pökkum, gerum require eitthvað, þá eru reglur sem er farið eftir til þess að finna. Ef pakki byrjar á punktur, forward/, eða punktur/, er leitað fyrir punkt, / í sömu möppu og skráin er. Þannig að punktur þýðir current working directory. Og ef við gerum bara / eftir nákvæmlega uppgefinu slóð,
Þannig að það getur verið /users/ eitthvað /modules og ef við gerum punktur, þá förum við í current working directory í möppuna fyrir ofan núverandi möppu. Annars, ef það byrjar ekki á þessu, þá er leitað í node modules, reyndar hérna fyrsta skrifið, ef þetta er kjarna eða svona core module eins og HTTP eða FS, þá er hún strax skilað. En annars ef við gerum require gulp, þá er leitað undir node modules í núverandi möppu, síðan í möppunni fyrir ofan og svo kolli, bara þangað til að það komi bara á rótina á fælsysteminu, þar er leitað og annars fáum við bara villum að pakkin sé ekki til. Svo erum við með í þessum módulum okkar einhver ákveðna virkni og til þess að veita aðgang að henni þá þurfum við að exporta einhverju, við þurfum að láta heiminn fá eitthvað. Og við getum gert það með þess að skilgreina eitthvað gildi í module.exports og þá getum við gert hérna module.exports bara 1 og þá er gildinu 1 skilað úr þessu, svo ef við myndum gera require þennan pakka sem við myndum skila þessu, þá myndum við bara fá 1. En svo getum við líka skilað einhverju falli, þannig að þá getum við kallað í pakkan okkar með einhverju falli, eins og sé fall. Ok, ef við skoðum aðeins hvernig þetta virkar, þannig að við erum með hérna bara hendinni. Þannig hérna erum við með eitthvað dæmi og hérna erum við með einhvern file module, þá sjáum við hann mun leita að í current working directory miða við hérna example.js mun hann leita að skjalið sem heitir filemodule.js eða JSON. Þá sjáum við það hér, filemodule.js og það er að exporta virkni sem er fall sem að gera bara eitthvað console log, segir eitthvað hérna. Ok, þannig að við sækjum hann og svo köllum við hann hérna. Þannig að við slökkum hérna verkefnum okkar, heyrum modules example, þá kemur hérna hello from file module sem við köllum við hérna. Ok, næst ætlum við að skoða hennan npm like module, þá require við aftur punktur npm module, þá mun að leita eitthvað skjal sem heitir npm module.js eða JSON. Hann finnur hann ekki, en hann hins vegar finnur möppu sem heitir npm module og inn í því er main.js og package.json og ef við skoðum package.json þá sjáum við hérna að þegar þið hafi keyrt í gegnum þetta þá fáum við svona entry point, þá erum við að segja hérna eitthvað annað en index.js. Þannig hérna erum við að segja main.js er inngangspunkturinn, þetta er eins og main fallið þegar við skrifum eitthvað hérna eins og í Java eitthvað. Så þetta er punkturinn þar sem við byrjum keysluna. Það mun main.js mun vera sá punktur. Og þá hér erum við með eitthvað exports function, I'm an npm module. Þannig ef við keyrum þetta, þá fáum við núna þessi bæði gildi. Og svo ef við erum með file module, eða file module in dir, þá sjáum við erum eitthvað dir hérna og eitthvað index.js og þetta kallar í hérna, þannig við sjáum að require dir, þá opnar það, heyrðu, það er mappa hérna, það er index.js inn í henni, ég ætla að nota það. Og þar aftur erum við með file module, þannig að það require file module sem er í direktorinu fyrir ofan okkur, þannig að þá backdrökkum við hérna um 1, finnum file module, það er file module, þannig að hann loggar út þetta, kalla síðan í hitt fallið og það skilast. Þannig að þá fáum við hello from file module in dir, I can also call file module, hello from file module, aftur hérna. Þannig að þá erum við að nota virknina í þessum pakka á 2 mismunandi stöðum. Þannig alveg svo við myndum splitta ykkur upp í klasa sem myndum síðan instansið þetta í einhverju mainfalli, þá getum við verið með eitthvað mainfall sem er bara fallið sem keyrir í pakkanum okkar, það getur verið index.js í grunninn eitthvað, en svo getum við splittað upp virknin okkar bara í svona mótfíla sem ger eitthvað og eru allir skópaðir innan síns skjals. Þannig að allt sem ég skilgreini hér og exporta ekki, ég get verið bara með hérna einhverja svakalega virkni og hún mun aðeins keyra í þessu konteksti. Hún mun ekki leka neitt út eitthvað annað. Og þá get ég síðan bara valkvæmt exportað einhverju ákveðnu hérna út. Þannig að þannig er þetta að virka svona eins og þessi létta module pattern sem ég hef notað í þessum hérna dæmum. En þetta er miklu svona staðlaðri leið. Þetta svona byggir á
CommonJS sem svona leið til þess að manage svona dependency. En með því að gera þetta, þá erum við að losna frá því að vera með eitthvað 1000 lína JavaScript skjal sem að gera allt. Við getum bara byggt það upp í minni bita og splitta þeim síðan í sína eigin módula. Og við munum nýta þetta, ég mun allavega nýta þetta og reyna að leiða ykkur inn á þessu braut þegar við fyrir að skoða hvernig við notum Express. Það sem við erum með eitthvað þjón og svo þjónninn að svara einhverjum ákveðnum beiðnum fyrir einhverjum ákveðnum hluti og þá viljum við í raun splitta þeim upp í mismunandi módula. Og jafnvel þeim hlutum viljum skipta enn frekar upp í aðra módula. Og svo þegar við erum með svona módula, þá getum við líka bara gert eitt hlut, gert hann alveg fáránlega vel í eitt skipti og nýtt hann síðan í aðra hluti. Þetta er bara alveg eins og þegar við erum að vinna með klasa. Við erum bara vera abstrakt í því hvað við erum að gera. Eða svona við erum að byggja upp þessa heimsmynd, byggja upp þessa parta af forritunum okkar og keyra þá síðan og vera alltaf sjá hvað við erum að gera svona high level, allavega hana. NPM pakkar eru síðan alveg algjör snilld þessi hugsun, af því að það fullt af fólki bara búið að skrifa alls konar virkni og publish þeim á NPM, af því að raun og veru þegar ég búinn að búa til svona NPM package, þá get ég bara gert hérna NPM, það NPM publish og þá get ég bara verið búinn að gera þetta. Ég skilgreina bara hérna, gefa þessu eitthvað pakkanafn sem til, bara eitthvað awesome module og gefa hver ég segi hvað þetta er hérna á GitHub eða einhvers staðar. Svo get ég bara publisha pakkanum. Þá get ég bara sagt svona, hey, hérna er komin eitthvað pakki, ég getur notað hann til að gera þetta eða hitt. Og ástæðan fyrir því er bara að það er búið að vera svona explosive hérna vöxtur í þessum módulum hjá NPM. Og hérna er svona einhver sem heldur utan fjölda módula í ýmsum forritunarmálum. Og sjáum hérna eins og NPM 336 average growth, 336 nýjir pakkar á dag. Á meðan það er eitthvað hérna fyrir Lua 1 á dag. Maven Central sem er nú alveg up and coming hérna 100 á dag. Þannig að þetta er alveg rosalega mikið að vera þarna. Og þarna eru svona mikið notaðir pakkar, Lotus sem að ég nefnt, sem er svona leið til að vinna með bara alls konar hluti. Þetta er svona svissnesku vasanhjör, en mest notað til að vinna með svona functional, svona, þú veist, vinna með reduce og map og alls konar svona sniðu föll. Async sem að gefa okkur svona föll til þess að vinna asynchronously með hluti. Eins og ef við förum að reyna að opna margar skrár í einu og við ætlum að gera þær í parallel ef við með að keyra synchronously, nei, með að keyra í seríu eða með að keyra parallel, þá getur async hjálpað okkur með það. Þannig að þá fáum við svona sniðu föll eins og async map, async parallel, þannig að þessu hérna, þetta mun alltaf keyra á sama tíma, bara með að vera skipt tímanum, með að vera skipt milli þessa og alls konar svona hluti sem geta hjálpað okkur við það að hætta að hugsa svona í svona línlega og fara að hugsa svona asynchronously. Svo erum við með Express sem við munum kynnast þokkalega vel. Fast unopinionated minimalist web framework. Request, þess að leið til þess að gera svona HTTP request ef við þurfum að tala við eitthvað, tala um einhverja webþjónustu eitthvað, þá er þetta alveg ferlega fínt pakki til þess að gera það. Commander, þannig getum við búið til svona command line forrit á einfaldan hátt, getum tekið við hérna einhverjum flöggum og gildum úr command line-inu og passaði auðveldlega inn í forritið okkar. Bluebird, svona promises library sem við munum skoða aðeins. Já. En ég ætla nú að sleppa seinasta sem ég ætlaði að fara yfir í dag og bara gera það seinna. Þannig að hvað segið þið? Þurft og góð leið til þess að fá svona smá dúr hérna. En þið getið kíkt á þetta tilbaka svona þegar þið farið að vinna þessi í þessu. Af því að þessi hugsun, þegar þið setjast niður og farið að vinna þetta, þá verður þetta smá svona að temja sér, aftemja sér þennan vana að forritun okkar keyri bara línu fyrir línu í gegn. Já. En
annars ég alveg að vera búinn með mína talorku hérna. Ég þið ekki tala eitthvað, einhverjar spurningar, athugasemdir. En já, við sjáum hvernig þetta fer á föstudaginn, en ég mun láta ykkur vita þegar ég veit meira. Ef það verður ekki dæmatími, þá bara verði að vera rosa duglega að spyrja á Facebook eða senda mér tölvupóst eða eitthvað. En við finnum eitthvað út af því ef í harðbakkanslær. En þá segjum við þetta bara gott dag.